Komiði sæl og verið velkomin í þáttinn Græðum landið. Að þessu sinni ætla ég að tala við tvo einstaklinga, annars vegar við Örn Þór Halldórsson en hann verkefnastjóri hjá Landgræðslunni og hins vegar við Ólaf Arnalds en hann prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Örn Þór sinnir ýmsu snertir ferðamál í starfi sínu hjá Landgræðslunni og ég spurði hann í upphafi hvernig stofnunin tengdist þessum málaflokki. Já, þetta góð spurning. Þetta er ný áskorun á vissan hátt. Ferðamál bara eru nýverið orðin að svona umhverfisvanda eða einhverju áskorun. Þannig að það er eðlilegt að Landgræðslan með sín tól og tæki og þekkingu bregðist við. Það má líka þessu á vissan hátt við beitarálag vegna búfjár og vernd landgæða til komandi kynslóða og þannig að þetta fellur alveg undir skilgreint hlutverk Landgræðslunnar. Sjálfur hef ég bakgrunn, ég var hjá Ferðamálastofu með umhverfismálum þar og líka að vinna fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga í tengslu við landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarlegum minjum. Og þarna mjög mikil og góð skörun sem að Landgræðslan gæti komið mjög sterk inn með viðbótar þekkingu og reynslu. Þá ertu að tala ferðamannastaði sem eru í gífurlegu álagi þar sem verið að skemma gróður og slíkt. Það kannski mest þar sem við myndum svona konkrétt byrja að skoða ákveðin dæmi og við höfum kannski, það má skipta ferðamannastöðum í marga hluta, þeir eru undir sumir þeirra eru innan friðlanda eða þjóðgarða og þar eru það Umhverfisstofnun eða þjóðgarðarnir sem að hafa þá umsjón með þeim stöðum og reyna að sinna þeim að bestu getu. Síðan fullt á öðrum stöðum sem að eru utan, við höfum kallað svona staðir án hirðis. Það eru staðir sem eru kannski innan þjóðlendna en enginn í raun og veru sérstakur aðili sem hefur hingað til séð þá. Og þarna gæti Landgræðslan annars vegar komið inn sem bara beinn framkvæmdaraðili ef að því að skipta, kannski samstarfi við skógræktina. Við viljum endilega fara í samstarf við sem flesta. Við getum líka komið inn sem ráðgefandi aðili. Annars vegar varðandi bara gróðurvernd almennt og hvaða lausnir er hægt að nota. En við erum líka að skoða svona alls þeirra stefnumótun, hvernig mann gera þessa hluti, byggja upp göngustíga einmitt eins og nefndir. Því að það eru til ýmsir straumar og stefnur í því og við hér á Íslandi við erum kannski að fara ákveðið hliðarspor. Við erum kannski að taka dálítið billegustu lausnina sem í raun og veru að nota stórvirka vinnuvélar, flytja efni svona frá einhverjum ótilgreindum námum, bara það sem efnið er ódýrast. Erlendis þá komin löng hefð og sérstaklega í Skotlandi sem við horfum mikið til að löng hefð fyrir því að byggja upp stígakerfi og vera með lausnir sem að falla í náttúruna, falla með náttúrunni, byggja kannski á gömlum hefðum sem reyna að endurvekja eða viðhalda. Þetta eru oft mannafsfrekar framkvæmdir en það mikil hefð þar fyrir sjálfboðaliðastarfi og það ekkert athugavert við það að það séu sjálfboðaliðar sem vinnast svona störf. Þetta eru samfélagsleg störf af þessan hátt. Og þannig að það er ekkert að blanda því við önnur sjálfboðaliðastörf. Þannig að þetta, en við á Íslandi við höfum svona dálítið verið í svona gegnum tíðina verið í verktakalausnum og við erum dálítið hrætt það að það gæti orðið hefðin hér og við erum svo hrætt að það skemmið yfir bara staðina og það kannski sú vinna sem við erum að hefja núna, hún er dálítið að reyna að rannsaka hvort við getum ekki fara að beita einhverjum svona skoskum hefðum eða hvað við köllum þetta. Eða bara hreinlega enduruppgötta okkar gamla handverk því að hér áður þeir byggðu menn götur, hlóðu upp götur, göngu og reiðstíga, fallega gert og þetta til við það og af hverju reynum við ekki að gera eitthvað svona. En það að gera göngustíg greinilega meira en að segja það? Það nefnilega málið. Þetta virðast vera flókin vísindi þegar maður fer að skoða þetta nánar. Og það eru margar leiðir að þessu göngustíðar náttúrulega, þetta eitthvað sem myndast yfirleitt, bara einhver gengur frá A til B og finnur þægilegustu leiðina og svo hægt rólega að fara að marka í landið
og svo fara mann að gera við þessa stíga og hægt og rólega þá verður til svona manngerðari stígur og svona hefur þetta verið í gegnum áratuginn og örugglega árþúsundin. Þetta dálítið nýtt fyrirbæri hér. Það dálítið nýtt að hér myndist mjög greinilegir svona ferðamannagöngustígar þó að mann hafi haft gamla þjóðlegir. Þannig að við svona við kunnum ekki almennilega sko að taka á þessu, hvernig stjórnum við svoleiðis, því að þetta allt í einu á undanförnum árum búið að springa alveg framan í okkur og við erum að sjá fallega staði eins og til dæmis við Skógafoss sem bara orðið úttroðið og traðkað og svo eru stígarnir kannski á óheppilegum stöðum því að það einhver eitt sem byrjaði að ganga þennan stíg og hann kannski hefði mátt láta hann liggja öðruvísi. Þannig við getum þurft að fara að taka dálítið stórar ákvarðanir bráðum að flytja heilu göngustígana. Og við erum einmitt að fara í gang með samstarfsverkefni. Þetta alþjóðlegt verkefni sem við fengum styrk frá Evrópusambandinu. Það eru lönd eins og Noregur og Finnland og Norður-Írland og Írland sem að vera í samstarfi við okkur að verkefni sem að hefur skammstöðuna Askent. Hugmyndin svo að vinna saman að því að finna lausnir og nálganir hvernig við byggja upp göngustíga og útivistarsvæði og við ætlum að skiptast á reynslu, sögum og verkefnum og hér á Íslandi þá ætlum við að skoða Úlfarsfellið annars vegar og svo eldhraunið hérna í Skaftárhreppi. Hvernig mann geta tekist á við þær áskoranir sem eru þar og svo hin löndin leggja þá til sín svæði og svo ætlum við að vinna saman að þessu hvernig við getum. Því að það mikil vakning að eiga sér stað við það svona hvernig menn eiga að gera þetta því að sko Skotar voru kannski á sama stað og við fyrir einhverju 20-30 árum síðan og voru einmitt að byrja á því að gera svona verktakalausnir og sáu síðan strax að þetta var annars alveg fantadýrt og svo bara stórfeldleg sko spjöll á náttúrunni og þetta viljum við forðast. Sko það er svo magnað að það virðist vera að þegar upp sér staðið þá séu þær sko síst ódýrari heldur en sko handaflsvinnan sem náttúrulega byggir nota bene á sjálfboðaliðastarfi og það virkar mjög lógískt að það sé ódýrara að gera göngustíg með einni gröfu og einu manni heldur en kannski 10-15 manns en það má ekki gleyma því að þessi 10-15 manns þetta fólk sem að kemur hingað iðulega þetta erlendi sjálfboðaliðar og þetta er þeirra frí og þetta er eiginlega þeirra sko þetta er bara lífið þeirra snýst þetta er til stór samfélag á svona fólki og þetta verða í raun og okkar framtíða gestir og sem sagt, já, þeirra vinnuframlag sko, þau fá alveg sín laun í formi ánægju en svona í krónum og öðrum þá er það ekki dýrt sko. Sko þessi stígar þeir eru breytingum háðir og sérstaklega hér á Íslandi bæði landslagið okkar mjög sérstakt að því leyti að jarðvegurinn er mjög veikur annars vegar það er eldfalla jarðvegur og svo náttúrulega við búum norðarlega og það er þunn gróður tekur seint við sér og lengi að jafna sig þannig að þetta er alltaf hreyfingu. Það er mikið vatnsálag á Íslandi roföflun eru sem sagt mjög öflug hér þannig að tiltölulega lítil notkun hún getur valdið sko miklum skaða eða skemmdum þannig að það er eflaust ekki til svona per se sjálfbær göngustígur. En vatnið sem að hreypa niður þessa göngustíga, það hefur trúlega eyðilagt æðið marga slíka á Íslandi? Ekki bara göngustíga, heldur í raun og veru, sko, þetta er eitt af vandamálum við utanvegaksturinn að það verða til nýir farvegir fyrir vatn og vatnið heldur áfram að grafa og hægt og rólega geta lítil för, hvort þessu eftir fótgangandi eða bíla eða vélhjól sem er nú alveg áskorun út af fyrir sig, að þetta geta orðið sem sagt farvegir fyrir vatn og valdið skemmdum. Það sem að við gerum og þessar lausnir sem eru notaðar í göngustígagerð, það byggja mikið á því, svona fyrsta skrefið er alltaf að reyna að beina vatninu frá stígunum sjálfum, þannig að það renni ekki eftir þeim og skoli annarkot efninu burt úr þeim eða hvort það sé aðflutt efni eða bara sjálfur jarðvegurinn.
Það svona það sem ég göngustöðunum, en svo þurfum við líka að taka á sko, þessum utanvegaakstursmálum, því þar gæti Landgræðslan líka komið dálítið sterk inn með sína þekkingu, því að við þekkjum mikið í hvernig við getum svona endurgert eða lagfært gömul vistkerfi og flutt mosa til og fleira, og þá á þetta bæði við utanvegaakstur bifreiða og svo vélhjóla. Það væri gaman einmitt að takast á við það óskorun sem hérna allt í kringum okkur upp á Hellisheiði og við Reykjanes, þar sem að vélhjól hafa verið hafa fengið óáreitt að flakkum og ekki það að banna það alfara, en það mætti skoða hvort maður geti ekki reynt að beina með ákveðnar slóður og lagfært gömlu slóðurnar, og þar getum við komið inn til dæmis. Segðu mér annað, þetta erlenda samstarf sem að þú talaðir áðan, það nýtt eða hvað? Þetta alveg splunkunýtt. Þetta byggir á, þetta verkefni sem að Evrópusambandið styrkir, og við vorum svo heppin að fá að vera með í þessum hóp. Við sóttum það sérstaklega og vorum svo valin á samt 4 öðrum löndum, Norður-Írland, Írland og Noregur og Finnland. Og svo tekur Skotland þátt í þessu á vissan hátt, en meira sem svona ráðgjafar. Já, þetta verkefni startaði formlega í haust og margþætt. Það byggir dálítið mikið á því að í raun og veru að fá fólk til að kynnast og vinna saman og mynda svona ákveðið tengslanett sem að fær vonandi að lifa eftir að verkefninu lýkur, en þetta 3 ára verkefni. Öll höfum við mismunandi hlutverk í verkefninu, og okkar hlutverk hér í Landgræðslunni að halda utan svona hönnunarþáttinn, og þar komum við 2 inn, ég og Davíð Arnar Stefánsson, sem var líka ráðinn í þetta verkefni, og hann kemur dálítið til að leiða það verkefni hér, og þannig að við munum svona leggja til svona yfirsýn yfir þær lausnir sem að dúkka upp og halda utan að þær, og ekki það að við þurfum endilega að hanna alla lausnirna sjálfur, heldur svona ná utan, og þetta gengur út á það að menn svona vinni saman á öllum þáttunum, og það einn sem stjórnar ákveðnum þætti, það einn aðeins sem stjórnar samskiptaþættinum bara, en auðvitað erum við síðan öll í samskiptum líka. Þannig að þetta eru svona margar víddir í þessu samstarfi, en svona megin, þegar uppi staðið, 2020, þegar þessu verkefni á að ljúka, þá verðum við væntanlega að koma með raunveruleg verkefni sem verða þá byrjuð eða búin, göngustigaverkefni, annars vegar á Ólafsvelli, þar sem fjall sem liggur á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Það er Mosfellsbær sem í raun og veru okkar samstaðaðili formlegi, og svo Skaftárhreppur í Eldhraun, og úr þessu sprettu vonandi samstarf á milli til Reykjavíkur og Mosfellsbæjar Ólafsvelli, því að það er mjög vinsælt útivistarsvæði og það eru margir notendur, og það nýbúið að afmarka hvar má aka, en það því miður ekki virt, og það þarf að taka á því, og svo eru göngustigarnir dálítið tilviljunarkenndir, og hluti að sprettur upp úr skógræktinni, og kannski var ekkert endilega valin besta leiðin þar upp úr, og þannig að það má skoða þetta. Þannig að það er fullt af skemmtilegum áskorunum, annars vegar að endurhugsa kannski leiðakerfið, taka á utanvegaakstrinum, lagfæra þær skemmdir sem hafa orðið, og svo byggja upp nýja göngustíga. Segðu mig, getur einstaklingur sem í ferðamennsku eða sveitarfélag leitað til þín og ykkar? Það er svona vonin í framtíðinni. Við erum svona nýbyrjar í þessu, við erum aðeins að fóta okkur í þessu, og við viljum halda okkur dálítið innan ramma Landgræðslunnar. Þetta er náttúrulega ríkisstofnun sem hefur ákveðið hlutverk, og það væri kannski óvarlegt að fara of geyst í það að lofa miklu, en sannarlega þetta vonin. Ég hef verið sjálfur í miklu tengslu við öll sveitarfélögin á landinu í gegnum starf mitt fyrir Sambands íslenskra sveitarfélaga, og ég vona að það samstarf geti haldið áfram. Það er núna ansins góðir hlutur að gerast í þessum málum almennt. Ríkið er nýbúið að starta svokallaðri landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningar og minjum, heitir það. Við höfum stundum kallað þetta landsáætlun innviði ferðaþjónustunnar. Það er ekki alveg lýsandi, en þetta er svona í fyrsta skipti sem er reynt að gera einhverja áætlun til lengri tíma, og þetta eru verkefni, við reynum að safna upplýsingum þau verkefni sem blasa við,
og ég vona að landgræðslan geti tekið mjög virka þátt í því. Við getum þá lokum við alveg sammála það er nauðsynlegt að taka á þessu málaflokki. Og við erum að gera bara það sama og allar þjóðir í kringum okkur. Við vorum bara dálítið tekin í bólinu eðlilega því að þetta gerist mjög hratt og þetta eru áskoranir sem að þekkjast ekkert annars staðar. Eflaust gera það en við erum að kljást við svo rosalega svona ýktar aðstæður, veðurfarslega, jarðfræðilega, það er allt viðkvæmt hérna. Og fyrir utan það, þetta er lítið þjóð með takmarkaða getu til þess að bara fjármagna svona hluti, þó að hagur okkar hafi batnað hratt, þá er það ný skeið. Þannig að það er ekki þetta skamma einna reitt, skilur. Þetta er bara ný áskorun og við verðum að reyna að bara gera hú í því. Og nú er komið að þætti Ólafs Arnalds en hann er prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ólafur gaf út ásamt konu sinni bókina Að lesa og lækna landið sem er mjög fín bók og ætti að vera til á öllum heimilum landsins. En bókina hægt að nálgast með því að fara inn á slóðuna moldin.net. Reyndar var ég með ranga slóð á bókinu daginn en hinn rétta er sem sagt 3-2 og síðan kemur moldin.net. Að þessu sinni ætla ég að ræða við Ólaf jarðvegsrof og ég þess rétt að spyrja Ólaf bara í upphafi. Hvað er jarðvegsrof? Jarðvegsrof er einn af þessum megin þáttum sem við notum til að meta ástand landsins. Jarðvegsrof er ferli sem að fjarlægja þessa mikilvægu auðlind af yfirborði hérna landsins og eigi sér stað jarðvegsrof á landi þá vitum við það að ástand landsins er mjög slæmt. Þetta er svona einn grunnþáttur mælikvarði á ástandi landsins. En það er nú þannig að jarðvegsrof er tiltölulega fjölbreytt ferli en það á sér ekki stað þegar sem er almennileg gróðurhula yfir landinu. Þessi roföfl, vatn og vindur fyrst og fremst að þau verða að komast að jarðveginum til þess að jarðvegsrof geti átt sér stað. Þið skiptið þessu rofi niður í ákveðna kafla, ekki satt? Já, jarðvegsrof í Íslandi er óvenju fjölbreytt. Þetta er svona miklu fjölbreyttara heldur en þekkist í löndunum kringum okkur og annars staðar, þannig við þurftum að grípa til ýmissa ráða. En það er þannig eins og ég hef svo sem upplifað að ég hef staðið með manni sem hefur hort út yfir landslægið og dásamað ástand landsins og magn gróðurs og hér sé hölbreytt og flott beitiland á meðan hinn sem staðið kannski hinum með við mig sá landinu allt í foráttu, ástandi mjög alvarlegt og lítill gróður og allt í voli og ég hef upplifað þetta mjög oft og það var þannig að það voru gríðarlega deilur ástand landsins hér áður og ein af ástæðum fyrir þess að það vantaði forsendur. Fólk hafði ekki sömu forsendur til að meta landið og við fengum það verkefni upp úr árunum 1990 að flokka jarðvegsrof á Íslandi og kortleggja það sem var 7 ára verkefni og sem lauk árið 1997 með bók sem heitir Jarðvegsrof á Íslandi og þá vorum við sem sagt búin að kanna ástand lands með tilliti jarðvegsrofs landið allt. Hefur Ísland ekki það er mikið rof á Íslandi, jarðvegur jörðir sem það er mjög illa farin ekki rétt. Jú, það er sorgarsagan að jarðvegsrof á Íslandi er víða mjög mikið og þá erum við líka að tala um land þar sem að land eru auðnir, landið er í auðn og svo mikið sandfók og fleira en við höfum líka fullt af landi sem er í góða ástandi en þessu höfum við svolítið verið að líta til þess land sem er í vonda ástandi. Og það reyndist nauðsynlegt að flokka niður rofið, það er mjög margvíslegt og við förum í það í þessari bók að flokka rofið, rofabörðin til dæmis, það þekkja þau öll og það margir einhvern veginn upplifa þannig að það sé eina rofið sem á sér stað á Íslandi sem er fjarri sanni. Rofdílar í annars grónu landi til þess mjög algeng rofgerð. Það sem er kannski alvarlegasta rofið í tímans rás frá því að landið og numið eru svo kallar áfoksgerar. Það sem að laus jarðvegsefni, sandur og jarðvegur fjúka inn yfir gróið land og drepa
gróðurinn og þannig getur heldur ferlið áfram og þessir áfoksgeirar þær geta gengið áfram 10 kílómetra eins og gerist í Landsveit og Rangavöllum á 19. öld. Þetta kannski hefur verið svona alvarlegasta rofið. En svo fylgir þessari kortlægningu hjá okkur og mati og rofið, það fylgir því mælikvarði, skali frá 0 til 5, það sem 5 er alvarlegasta rofið, en 0 það þá ekkert rof. Og svona skali fylgir hverri rofmynd og það er óskaplega mikill munur á landi sem með rofeinkunn 0 eða 1, eins og sést til dæmis í bókinni á blaðsíðu 46 að mig minnir, og því landi sem með rofeinkunn kannski 4 og 5. Og við vorum með innbyggt inn í okkar kerfi að það land sem í versta ástandinu, það sem rofeinkunni 4 og 5, að það teljum við ekki hæft til beitari nýtingar. Það var sem sagt landnýtingaþáttur var frá upphafi byggður inn í þetta kerfi. En þegar maður horfir á land sem að fær einhvern á rofeinkunn 5, er eitthvað hægt að gera fyrir það? Já, það nú yfirleitt hægt sem betur fer. Landgræðsla ríkisins hefur náttúrulega verið að eiga við svona land í sinni 100 ára starfsemi og fyrsta verkefnið sem menn takast á við að friða landi fyrir beit. Það yfirleitt langmikilvægasta fyrsta skrefið. Stundum þarf síðan að koma inn með ýmsar aðgerðir sem bara mótast að því hvernig rof á sér stað og hvernig landið er. Oft þarf að sá í rofabörð eða nota heyrvita eða einhverja aðrar aðgerðir. Þar sem mikill sandur þá eiga aðrar aðgerðir við. Það þarf að stöðva sandflutning, hreyfingu sands með ýmsum ráðum. Það sem til dæmis melgressi kemur mjög oft við sögu. Þannig það svolítið háð ástandi landsins og þetta er auðvitað það sem fjallað í síðasta hluta bókarinnar. En höfum við náð í skottið á okkur hvað þetta varðar? Erum við farin að ná svo langt í þá landgræðslu að við erum farin að vinna land? Ég skil þessa spurningu, hún svona oft borin upp og þetta svona eitthvað huglægt fyrir fólk og skemmtilegt en að mörguleyti þetta kannski ekki rétt spurning eigi að síður því að þar sem við töpum einhverjum gróðri og jarðvegi þá erum við að tapa einhverju kerfi sem búið að taka árhundruð að mynda og jafnvel þó að sé búið að koma einhverjum gróðri á eitthvað annars jafnstórt svæði þá tekur það svæði samt kannski 100-200 ár að ná sömu frjósemi. Þannig að það voðalega vont að vera að bera saman, þetta svona epli-appelsínur eða eiginlega bara grjót og appelsínur sem verið að bera saman. En hins vegar hefur náðst gríðarlega mikill árangur. Það vantar ekki bæði við landgræðslu ríkisins og einkaaðila og það búið að taka heilmikið land úr beit það sem og á sér stað skógrækt og fleira. Og þetta hefur allt skilað sér, en við höfum hins vegar ekki náð tökum á verstu svæðum landsins. En ertu bjartsýnn? Ég bara hóflega bjartsýnn. Ég eftir þá rimmu sem maður hefur verið í áratuga starfi við afneitun á vanda, þá ég stundum frekar svartsýnn, en þessum milli ég nokkuð bjartsýnn.